Komið sæl og velkomin í skák dagsins. Þessu sinni úr þriðju umferð og ég hef kosið að velja skák þeirra Sigurbjarnar sem hafði hvítt og Bragi Þorfinnsson með svart. Og já, það var snakkarlega skák. Við skoðum þetta frá Braga sem var með svart og hann bauð upp á óvænta byrjun eftir E4, E5, rittur F3. Leikar hérna þessum sjálfgjafleik D5 sem kallast fílagambituri eða elefantgambit. Og hefur ekkert svona gott orðspor, alls ekki telt á hæstu levelum og í besta falli svona, svona hraðskakbyrjun eða byrjun til að beita sem svona óvænt svona surprise weapon. Sem Bragi virðist að valið að gera þessari skák, að kemur mér mjög óvart ef hann ætlaði að tefla þetta aftur í mótinu. En ég veit að það eru danski skákmenn sem hafa nýlega gefið út bók fílagambitin og það geta alveg komið skemmtilega stöður og svona, ýmislegt í boði. Þannig að þetta er alveg eitthvað að skoða. Ég veit að Arnar Gunnarsson hefur telt þetta lengi og Gunnar Freyr Rúnarsson hefur ekki telt það líka. Allavega rittartur B5, biskup D6, þetta er hugmyndin, D4 og D4 B4. Það er jafnt á liði. Hérna leik Sigurbjörn biskup F4. Ég held að ef hvíti vil fá svona einfalda leið þá biskup C4, fín leið, fylgja eftir með drótning H5, skipta svo bara upp og tefla bara upp á biskupparið. Þetta er svona þægileg leið bara til að fá fína stöðu og aðeins betra og lítil hætta á henni. En Sigurbjörn leik biskup finnur 4, Bragi fór brótum mennar, riddari finnur 6, stuttrókun og hérna vil að koma riddarinn út, býður vissilega upp á tvípa sem Sigurbjörn þykkur. Ef við sjá hérna hrókarnir eru fljótur að koma að opna línur, að biskupinn er að koma út F5 eða G4 og þessi skálinn af biskupinn getur verið mikilvæg eftir H6. Þá er skálinn opinn en það er ekki í búið að drepa H2. Bragi leik H6. Sjáum það að biskupinn er H2 gengur einfaldlega ekki upp út af drótningur með G4 og báðar drótningar er orði en hvítur er náttúrulega 2 mönnum yfir í stöðunni. Það gengur ekki. En H6, biskupinn hörfaði, hrókurinn opnum línuna, hrókur B8. Riddari C3, setur á E4P sem svartur valdar. Hvítur endurinn í hótunina og svartur valdar. Og þessi staði hefur komið upp áður. Og það verður skák þeirra Gorbatov með hvít og Skatskov með svart. Gorbatov, ekki Gorbachev. Við sjáum hérna hótun á B2 er ekkert endilega hótun. Biskupinn hérna á B3 hann getur auðvitað loka hrókin inni eftir að B2, þannig að kannski engin hótun að drepa B2. Í skákinni Gorbatov Skatskov þá lék hvítur A3 og svarti biskupinn fór hérna F4 og hann lék E3 í framhaldinu og fekk skemmtilega sókn, vant á skák. Þannig að leikur Sigurbjörns hérna B3 er í raun nýjung. En líklega ekki góð nýjung. Bragi bregst hérna við, leikur G5 og biskup B4 og sjáum að þessi leppun er skelfilega erfið. Mögulega ætti hvítur hérna bara fórn skiptamun, reyna að tefla þá stöðu því að þegar dróttin D2 kemur þessi skemmtilegur E3, rýmir E4 einnig fyrir riddarann og séum við tapa skiptamun hérna til hrókur E3 og riddari E4. Gæti hefur verið skemmtilega leið til að halda taflinu gangandi, að drepa með peði og leika riddari E4, Alfa Zero, hérna Lila Zero vildi tefna svona á hvítan. Riddari E4, drepa D2, hvíti fær 2 menn fyrir drótninguna. Mjög virka menn og trausta stöðu, biskupinn er valdaður, öll peðin eru völduð. Það er alveg að tefla þetta, það er ekkert auðvelt fyrir svartan að vinna þetta. Það þarf að hafa mikið fyrir sigrinum og þetta hefði alveg getið orðið baráttuskák. Vissulega ætti svartar að vinna en það er alltaf hægt að tefla stöðuna. Eftir hrókur E3 kom riddari E4 og Sigurbjörn gaf skiptamönnum kannski lítið annað að gera en þessi staða er líklega bara töpuð. Hrókur D til dæmis, það komið C5, þetta má ekki drepa, þá drepum við hér og svo þennan, þannig að D5, þá komið hrókur D4 og þetta er koltap líklega. Sigurbjörn leik hins vegar D5 sem að er ennþá tapara því að þetta drótning F6 þá fellur bara lið sem að riddarinn er leppur
hrókurinn á bakvið Róni með skák, þannig að ekki tíminn til að drepa hérna á E4 þótt við hóttum skákinni af því að Róni með skák, þannig að Sigurbjörn gafst henni upp eftir 18. leik Svarts. Snaggaralegu sigur hjá Braga sem að lyfti sér þá í annað sæti, einn í öðru sæti eftir Jóhanni með 3 vinninga, Bragi með 2,5 og 3 með 2 vinninga. Stefnir í skemmtilegt Íslandsmót og við höldum að horfa að fylgjast með og sjáumst aftur á morgun. Takk fyrir.